Þátturinn í boði Slippfélagsins. Hús eiga sér sögu og hús skapa minningar. Í þessari litlu þáttaröð fáum við góða gesti til þess að sýna okkur hús sem eru þeim einhverja hluta vegna ofarlega í huga. Við förum sem sagt á Húsaröld og byrjum á Akureyri. Við byrjum á því að skoða hús sem Hanna Rósa Sveinsdóttir, starfsmaður Minjasafnsins á Akureyri valdi, og það óhætt að segja að hún hafi staldrað við byggingu sem setur sterkan svip á bæjarmyndina á Akureyri. Ástæðan fyrir að ég valdi Akureyrarkirkju náttúrulega þetta einstaka samspil sem að mér finnst vera á milli hússins, kirkjunnar sjálfs, kirkjunnar og umhverfisins. Þannig að staðurinn sem að kirkjan stendur á hérna á Grófargilshöfðanum engin tilviljun, þetta bara markviss ákvörðun tekin á sínum tíma að setja kirkjuna niður hér. Og hvernig hún talar, hún stendur hér fyrir ofan byggðina og bara einn af tákmyndum okkar Akureyrar. Hún einhvern veginn órjúfanlegur hluti af bæjarmyndinni. Hún sést víða að og það tengja mjög margir við þarna bara Akureyri og Akureyrarkirkja svolítið svona eitt. En þessi staðsetningi, hún var umdeild og þessi kirkja, þetta ekki sú kirkja sem vann til verðlauna. Nei, það rétt, já, það þannig að það var sóknarnefndin vildi mjög snemma fá að byggja nýja kirkju hérna, en bæjaröfil dró hún eitthvað lappirnar í þessu skipulagsmálum. En svo kom að því að það var gert skipulag á Akureyri 1926 og einn af skipulagshöfundum var Guðjón Samúelsson, húsameistari og húsameistari ríkisins sem síðan var, og hann raunverulega gerði tillögu sinni að kirkjan ætti að standa hérna. Honum fannst það eðlilegasti staðsetningin að hún stæði hér sem svona ákveðin tákmynd og hann náttúrulega sæki fyrirmyndir sínar erlendis sem að kirkjur eru iðulega sem sagt svona tákn og standa þannig. Og hún snýr nefnilega ekki í þessum hefðbundnu áttum sem að kirkjur snúa yfirleitt. Og hún snýr eins og raunverulega hún njóti sín best í umhverfinu. Þannig að hún snýr hér í inngangurinn hérna í suðaustur sem að svona annars konar heldur en að öllu jöfnu í kirkju. En það Guðjón Samúelsson sem að teiknar kirkjuna. Hann höfðar mjög að útlitinu til íslenskar náttúru. Já, það nefnilega þannig að þegar það haldin samkeppni á sínum tíma að byggja kirkjubygginguna, en svo velunartillaga að sóknarnefndin þótt hún svolítið stór og þau raunverulega setja sig svo í samband við Guðjón og hann tekur að sér að hanna nýja kirkju og gerir tillögur og sendir sóknarnefndin sem henni líst vel á. Og það rétt að það kirkjan, hún raunverulega svolítið, hann leggur nýja línur. Hann með hefðbundna kirkju svona nýgotneska form, en jafnframt sækir hann svona hugmyndir í íslenska náttúru. Og hann með nýja hluti sem hann eins og til dæmis við horfum bara hérna upp eftir stöfnum hérna og turnum kirkjunar. Að þá hann að sækja innblástur í íslenska náttúruformið, þannig Stuðlabergi sem hann að horfa eftir. Og þið sjáu náttúrulega líka að kirkjan steinuð og utan með steinefnum og í upphafi var það reyndar annað heldur en á henni núna. Hún var endursteinuð á tiltögnum minni mig upp úr 1980 aftur, en sem sagt þetta var líka nýbreytni. Þannig að hann raunverulega að hanna kirkjuna á þennan stað sem tákmynd. En þegar verið að byggja þessa kirkju og taka ákvörðun bygginguna, þá bara stendur yfir stríð. Þetta raunverulega ótrúlegt afrek og það líka þess vegna sem ég dái svo að þessu mannvirki, vegna þess að það sóknarnefndin sem fer hér fram. Og við erum að tala hún tekin í notkun í nóvember 1940 og þegar verið að byggja hana, það byrjaði hérna 1938, þá erum við í kjölfarið á heimskreppu. Það gjaldeyrishöft og það innflutningur mjög erfiður á öllum byggingarefnum. Þannig þetta bara afrek að hafa komið þessu hús upp á þessum tíma og örugglega mikil sjálfboðavinna aðila sem var komið að því. Og svo líka annað að þegar hún tekin í notkun í nóvember 1940 og það þurfti að tilkynna, það sýnir bara hvernig staðan var hér í bæjarfélaginu þá, að þegar það þurfti að tilkynna í bæjarblöðunum að það hringt kirkjuklukkunum vegna vígslu kirkjunar, en það var ekki loftvarðar aðvörun og það þurfti að taka það fram.
Akureyrarkirkja líklegast einni fjölsóttasti ferðamannastaður landsins, en þetta líka góður útsýnisstaður. Hérna gott að standa og horfa yfir bæinn sinn. Algjörlega, og það eins og ég kem aftur inn á, það í mínum huga, þessar tröppur, Guðjón sagði líka til tröppunar. Hann segir hvernig þær eiga að liggja í landslæginu, hvað þetta eiga að vera margir pallar og því líkt, og fólk getur endalaust líka svo skemmtilegt. Fólk getur endalaust spáð það, hvað eru tröppurnar margar? Það lengi, sumir segja það eru þetta margar, 110, aðrir segja 106, aðrir segja 116, skiljið, það má deilum það og skemmtilegt umræðefni sem getur sambandi orðið það. En það er einmitt þetta, staðsetningin á kirkjunni. Og svo finnst mér líka því ég er áhugamanneskja viðbyggingar við friðlýst hús. Kirkjan er friðlýst. Hún er í hæsta verndunarflokki sem við eigum á landinu og þá finnst mér mjög áhugavert þessi leið sem var farin hér og virkilega vel leyst þegar það er byggt safnaðarheimili sem er ansi stórt við kirkjuna á sínum tíma og tekið í notkun 1990 að þá er það teiknað svona til hliðar og fellt inn í landslagið. Þannig að það raun að tekur ekkert frá kirkjunni. Það er hógvært og fallegt í sínum einfallleika, fellt inn í brekkuna, þjónar algjörlega sínu hlutverki á þess að taka nokkuð frá kirkjunni sjálf. Og teiknað af Akureyringi. Teiknað af Akureyringi og þá var Fanny Hauksdóttir arkitektanemi í Þýskalandi þegar hún leggur línuna með það hús. En kirkjuklukkurnar sjálfar því að þú svona ert svolítið svona hrifin af þeim og fylgist með að það séu alltaf í lagi? Já, ég held að séu ansi margir Akureyringar sem fylgjast með þessari klukku, þú veist hvort hún gangi rétt og svona, man einhvern tímann þá var hún vitlaus og það kom bara alveg strax ábendingar á samfélagsmiðlum og eitthvað að klukkan í turni Akureyrarkirkju var vitlaus. En það sem mér finnst hins vegar ákaflega áhugavert líka við hana er að það á bak við hana er raunverulega svona bjöllur sem að hringja tón. Og það er þannig að Björgvin Guðmundsson tónskáld sem bjó hér á Akureyri, hann var fenginn til að semja sérstakt stef sem er hringt hér. Og það stef, eða skulum við segja, það heitir mannshæfin og skiptist í 4 skeið eins og hann skipti mannshæfinni. Og þau hringja á 15 mínútna fresti. Það eru slegnir 4 tónar, svo eru slegnir fleiri í næsta hálftímanum og svo aftur korter í og heila tímanum allt lagið spilað. Við kveðjum Hönnu Rósu og förum á fund næsta gestgjafa. Ragnar Sverrisson, kaupmaður á Akureyri, þekkir bæi sinn vel. Við hittum Ragnar á Eiðsvellinum í sjálfu miðbænum. Ragnar, Eiðsvöllurinn hérna í miðbænum, hérna þekkir þú nú ágætlega til. Hérna þekki ég mjög vel til því að hér fór ég 4 sinnum á dag þegar ég var í Barnaskóla Íslands, labbaði hérna á morgnana í hádeginu tvisvar og svo á kvöldin þegar skólinn var búinn náttúrulega. Og þess vegna þekkti ég þetta svæði mjög vel. En þegar ég er strákur fyrir 70 árum, að þá var þessi Eiðsvöllur sem núna er svona listigarður á Akureyri, þá var þetta bara eitt drullusvað. Og hér voru fullt af bröggum frá stríðsárunum og var nú ekkert sérstaklega fallegt. En svo var þetta teiknað hérna að Guðjóni Samúelssyni, hérna þetta svæði og hérna norður úr. Og þá var gert ráð hérna fyrir listigarði og sem varð svo í kringum 1950. Og svo má nú til gamans geta þess að upp úr því, eða raunar áður en að listigarðurinn var búinn til, þá ætluðu bæjaryfirvöld þá að byggja hérna ráðhús, verkalýðshöll eða slökkvistöð. Og þá gerðist það að bæjarbúar hérna í kring á eyrinni, þeir mótmæltu því harðlega og vildu fara eftir gildandi skipulagi, deiliskipulagi og byggja hérna listigarði eins og Guðjón Samúelsson vildi. Og þá allavega réðu íbúar og síðan þá hefur þetta verið bara hinn huggulegasti svona skrúgarður eða listigarður, svoleiðis að ég þekki þetta mjög vel. En húsin sem að umlíkja hérna garðinn, þú þekkir þau þá væntanlega ágætlega mörg hver minnst það? Já, ég þekki þau mjög vel því að hér, eins og ég segi, gekk ég 8 dag og ég átti heima niðri í Ránargötunni og hér léku við okkur, krakkarnir. Og húsi sem að 2 hús sem ég man sérstaklega eftir, það er Gamli Lundur sem er hérna fyrir aftan okkur og svo húsi á slettunni sem er hérna á hægri hönd.
og Gamli Lundur er byggður 1858 og var fyrst notað sem íbúðarhús og í þessu litla húsi þá voru 3 til 4 fjölskyldur, svoleiðis að þá bjuggu með þröngt og þýddi nú ekki að vera miklar fjölskylduerjur á þeim bæ í þá tíð. En svo upp úr því þá kaupir Gránufélagið þetta hús og ári eftir þeir kaupa þetta þá er komið hérna verslun á Eyrinni og það var í einhver 10-20 ár. Og þessi saga þessa hús er svo merkileg líka og svo upp úr því að þá er niðursöðuverksmiðja hérna og hún er í 10-20 ár og hér er soðið niður rjúpur, lifur og bara allt sem var soðið niður og sent til útlanda og var bara verksmiðja hérna. En svo kem ég nú svolítið að því að rétt fyrir aldamótin 1900 þá kaupir þetta Jósef Jónsson keirari sem kallað var og þetta hús tengir mig líka svolítið vegna þess að þessi umræddi Jósef hann var sem sagt langjafi konuna minnar og hér bjó hann með fjölskyldu sína og í einhver 20 ár og ól hér upp sín börn og einn af börnum hans eða sonur hans var Jóhannes Jósefsson glímukongur sem reisti Hótel Borg og var heimsfrægur. Jóhannes á Borg? Jóhannes á Borg, já, var heimsfrægur og sem sem sagt ömmubróðir konunnar minnar, svoleiðis að ég svolítið að tauga líka til þessa hús og þykir það merkilegt í þess vegna. En þetta húsið, þetta er elsta húsið hérna á Eyrinni eða hvað? Já, þetta eftir sem ég kemst næst, að þetta er elsta hús hérna á Eyrinni. Það voru að vísu einhver hús við Strandgötuna, en ég held ég fari rétt með að þetta sé elsta hús á Eyrinni. Og svo upp úr 1950, þá þegar ég alast hérna upp og að leika mér hérna, þá þetta járnsmíðaverkstæði og þá maður að nafni Völundur sem var með járnsmíðaverkstæði hérna og hafa gaman fyrir okkur strákana og krakkana að fara og kíkka á hann að sjá hann berja járn. En það er svolítið gaman að sjá svona að þetta hús það hefur verið endur gert nokkuð vel. Já, svo svo gaman að segja frá því að árið 1984 og 5 þá kaupir snillingur þetta hér í bæ, Jón Gíslason, byggingameistari sem átti heima hérna í Fjólugötunni og gerði þetta allt saman upp og gerði þetta þvílíkt flott hús og sá maður á heiður skilið fyrir það og hann byggði þetta allt saman, þetta var algjörlega í niðurníðslu og hann tók þetta allt saman upp á eigin reikning og byggði þetta svona flott eins og þetta er núna. Svo eftir það að þá var þetta hús notað mikið sem svona veitingarhús. Hér voru veislur og lítil böll og uppákomur og var notað bara þó nokkuð lengi fyrir það og þótti bara fínt að fara í Gamlalund og vera með þorrablót eða eitthvað svoleiðis. Gamli Lundur hýsir nú starfsemi 7. dags aðventista. Og þetta er hús með sögu? Þetta er hús með sögu, svo sannarlega. Þau eru ekki mörg húsin hérna á Akureyri sem eru með meiri sögu en þetta. Við kveðjum Ragnar Sverrisson og höldum á fund næsta gestgjafa. Halla Björk Reynisdóttir er forseti bæjarstjórnar Akureyrar og hún tekur á mót okkur við Eyrarlandsveginn þar sem húsin setja svo sterkan svip á umhverfið. Halla Björk, Eyrarlandsvegurinn, hann er þér ofarlega í huga? Já, hann er vissilega mér ofarlega í huga. Ég ákvað að sýna ykkur hérna einmitt þessa götumynd í Eyrarlandsvegi sem er mér mjög hjartfólgin. Ég var náttúrulega hérna í menntaskólanum á sínum tíma og það hús eitt og sér er náttúrulega svona eitt af okkar fallegri kennileitum Akureyrarbæ. En hér bjó ég í 9 ár í foreldrahúsum og meðan ég var í menntaskóla og svona eitthvað fram eftir. Þannig að þessi leið að labba hérna upp kirkjutröppurnar, upp Eyrarlandsveginn og að Lystigarðinum,
þú veist, hún var oft farin og það hérna, mann hlýna bara hjartarætur þegar maður hugsa til þessa tíma. Stundum erfitt að fara á háum hælum eftir eitthvað gott jamnir í bæ að rölta hérna upp, en hérna allt í kringum þetta svæði og menntaskóla náttúrulega þessi ár eitthvað sem að, þú veist, ég hugsa til með miklum hlýhug. En þessi hús sem að eru hérna fyrir aftan okkur, þetta hefur verið byggt af stór hug töluvörðum. Já, og byggt á sko, þessum tíma þar sem var uppgangur í samfélaginu og mér skilst að þetta kallist hérna steinsteypu klassík. Þetta byggt á árunum 1923 til 28-9, eitthvað svoleiðis, öll þessi hérna stóru fallegu hús hérna niður götuna og reisuleg og þetta hefur sjálfsagt verið alveg mjög efnað fólki, ég ímynda mér það allavega sem hefur reist þessu hús á þessum tíma. Þetta hefur verið svona og setur þennan sterka svip á bæinn, stendur hérna í brekkunni með frábært útsýni yfir pollinn og svona, já, á mínu viti, þú veist, ein af svona fallegri götum bæjarins. Og svo hérna aðeins fyrir neðan okkur, það nú eitt helsta kennileiti bæjarins, sjálfa Akureyrar kirkja. Það kirkjan, sko. Og að labba frá, þú veist, einmitt upp kirkjutröppurnar og hérna, þú veist, þetta alveg bara yndislegt og fallegt, bara hvert húsið sko öðru fallegra. Og hérna var reyndar, þú veist, það svolítið hérna gaman að segja frá því að það var eitt hús hérna austamegin í götunni sem stóð hérna sem hét Rósenborg. Það byggðu kona sem hét Rósa og bjóð þar með systur sinni sem hét Elínborg, held ég, minni mig, og húsi hét Rósenborg. Það var síðan rifið til þess að rýma fyrir Eyrarlandsvegi. Og við höfum svo nefnt hérna stóra fallega barnaskóla Íslands fyrrverandi Rósenborg í dag, sko. En síðan þegar maður lappar áfram hérna upp, þá tekur við sem sagt menntaskóli og svo sjálfur listigarðurinn og sjúkrahúsið þar og eftir. Já, þetta svæði allt saman bara hérna ofboðslega sko sterkt í þessari bæjarmynd og sterkt á þessari brekku finnst mér. Mér finnst sko Akureyri ég getur sagt eiginlega Brekkugatan, miðbærinn og hérna upp Eyrarlandsveginn og upp að Listigarðinum. Það þetta fallega sem að fólkið hérna í Svalbarðsstrandarhreppi horfir á og dáist að alla daga. En þegar þú ert að sýna fólki í bæinn, þá ger ég nú ráð fyrir að þú farir því að snemma í því ferli hingað. Já, þetta bara svona með því fyrsta sem maður gerir. Það að taka inn bæinn og þennan í þessa hérna, neðri brekku og svo fer maður náttúrulega bara upp í fjall, sko, og sýnir útivistarsvæði. En hvers virði það bara fyrir þá í bæjarsamfélagið og ef að þú svona hugsar út frá þínu embætti sem forseti bæjarstjórnar að hafa þessa götumynd hérna á svona áberandi stað? Það bara mikils virði og það auðvitað mikils virði að skipti máli og við hugsum vel hvernig við erum að byggja bæinn okkar. Akureyrar bær bara, ég held að svona flestir landsmenn sammála það, þetta ofboðslega fallegt bæjarstæði. Og Akureyringar hafa hugsað vel bæinn sinn og andum að sé snyrtilegt og við höfum gróðusett mikið og það kannski svona eina sem ég gæti sagt í dag að við mættum svona fara að grisja, kannski þessi stóru tré sem svolítið skyggja á marga fallega byggingar en líka setja þennan akureyriska svipa á bæinn okkar. En þegar maður horfir svona hérna heim að húsunum, það nánast bara hvert og eitt hús sem með sín einkenni. Já, sko, ég kann nú kannski lítið að segja frá því þú veist bara hvaða byggingastíl og svo framvegis. En þessi hérna steinsteypu klassík að mér skilst í þessum húsum og síðan sko menntaskólinn og þessi skrautlegu hérna timburhús sem við eigum svolítið mikið af hérna á Akureyri. Þau byggð hana dálítið fyrst, þú veist, í kringum 1900. Og já, allt þetta gamla fallega sem að ég hrífst endalaust af, það finnst mér ofboðslega mikils virði að við höldum vel við. Þannig að Eyrarlandsvegur, það þinn vegur? Já, kannski að mörgu leyti segja. Þú veist, hérna, þessi skemmtilegu ár í menntaskólanum og þessi leið var bara mjög oft farin. Þegar við áttum kannski frí inn á milli og þá var rölt niður í bæ og niður á Bautan eða kafeteríun eða eitthvað slíkt, sko. Og svo aftur upp yfir og þetta svæði bara
þessi ár eru sterk í huga manns þegar maður hugsa tilbaka og það eru margir náttúrulega brottfluttir og bara akureyringar sem eiga hérna góða minningar. Þannig að þú mælir með því að fólk gangi hérna og horfi á þessar byggingar og útsýnið allt saman? Já, sannarlega, þú veist, þetta bara rölti og það svolítið gaman þegar maður fékk þetta verkefni hér að ég finna mér eitthvað til þess að tala hérna í bænum að þá fer maður bara ekki að horfa á bæinn sinn allt öðruvísi. Maður á bara að gera meira af því að velta fyrir sér byggingum og svo því sem maður að gerast í nýju hverfunum okkar. Við kveðjum Eyrarlandsveginn, síðasti gestgjafi okkar Ingólfur Freyr Guðmundsson hönnuður. Hann valdi sögufrægt hús í miðbænum, Amaróhúsið. Ingólfur, hönnuðurinn valdi að sýna okkur Amaróhúsið við göngugötuna á Akureyri. Þetta eitt frægasta hús bæjarins, getum við sagt? Já, það ekki? Ég held við getum alveg tekið undir það. Þetta er svona önnur Akureyrarkirkja, svo má segja, sko. Þetta er svona, þegar ég að alast upp allavega, þá er þetta algjört, sko, bara einhver höll sem að fór í, sko. 77, 89, 80 kannski svona man ég fyrst sennilega eftir þessu húsi. Mamma vann þarna og þarna fór maður og fekk bland í poka og sem var svona sennilega, ég ætla að giska á fyrsta sinna tegundar á Akureyri allavega. En þegar þetta hús byggt, þetta var bara stór magasín. Já, þetta var algjörlega gríðarlega stór huga fjölskylda, Skarphéðinn Ásgeir svona með minnir sem byggir þetta hús og hans fjölskylda ráku svo þarna stórverslun á 2-3 hæðum, allavega verslunum á 2 hæðum ef ég maður rétt og þarna var bara allt sem Akureyringa og nærsveitamenn gat vanhagað En út frá hönnun, hversu merkilegt húsið? Já, mér þykir að vera býsna merkilegt. Þetta er gríðarlega vandað til verka. Þarna er flísalagt að utan, þarna voru stórir gluggar, terrazzogólf slípað inn eftir göngum og upp stigahúsið allt saman, lyfta, náttúrulega 6 hæðir og á þessum tíma ekkert auðvelt að byggja svona hús undir brekkunni sem var þverhníft á byggingatímanum og eiginlega alveg ótrúlegt byggingar afrek eiginlega á þessum tíma finnst mér svona í ljósi þess sem við erum að glíma við í dag. En útlitið, þótti það nýtískulegt á þeim tíma? Ég get nú bara ímyndað mér það, já. Svo sem var nú það ungur akkurat á þessum tíma og ekki fæddur, húsið byggt 59, 60, 61 eitthvað svoleiðis. Og ég nú ekki fæddur fyrir 3 árum síðar. Þannig að ég man nú svo sem ekki beinlínis eftir því, en ég get alveg ímyndað mér að mönnum hafi þótt þetta svona frekar nútímalegt. Þetta tekur svona stílinn beint úr svona þessum evrópska módernisma. Það er svona glittir í Bauhaus og svona það sem var að gerast töluvert auðvitað fyrr í Evrópu, einhverjum 20-30 árum fyrr. En þetta er mjög nútímalegt hús og ef maður svona ber það saman við önnur hús í miðbænum og þá stendur það svolítið út úr með auðvitað sérstaklega með mósaík flísalögninni og þessum stóru gluggum á jarðhæð sem voru svona mjög óvenjulegir. En sá sem hannaði Amaróhúsið, hann hannaði fleiri stór hísi í miðbænum? Já, ég held að ég fari rétt með að húsið hefði verið teiknað af Stefán Reykjalín sem var allavega byggingameistari hússins og hann byggði líka sýslumannshúsið sem var þá útvegsbankahúsið og Landsbankann og Búnaðarbankann. Þannig að Búnaðarbankinn reyndar er annað hús sem er svona mjög í takt við þennan módernisma en Landsbankinn auðvitað mjög svona klassískt steinsteypuhús og þannig að svona í samanburði við það þá er þetta tvær gjörólíkar byggingar, þannig að þetta hefur sjálfsagt skorið sig aðeins úr því sem hér var fyrir á þessum tíma. En geturðu hugsaðir Amaróhúsið án mósaíksins ef það þarf eitthvað að klæða húsið? Nei, alls ekki. Ég held að það er alveg hryllingur ef mósaíkið er tekið af og ég held faktist að menn ætti að fara að íhuga alvarlega að friða þetta hús með einhverjum hætti, að reyna
reyna að festa varanlega þetta útlit og terrazzoið hérna inn eftir ganginum hérna á jarðhæðinni og allt sem hægt mögulega varðvita því þetta óvenjulegt. Það ekki mörg hús hér á Akureyri sem eru svona hönnuð, það alveg klárt. En þegar þú hugsað tilbaka til bernsku áranna í Amarahúsinu, var þá hugsanlega fyrsti þá bara nammi barinn? Já, ég held það. Ég er eiginlega nokkuð viss um það. Það allavega, ég ætla að giska á það. Það verður einhver annar að leiðrétta mig þá. En ég man allavega eftir því að rétt eftir að kom inn úr andýrinu hérna norðan, að þar var ægilega fínt glerborð með skúffu og þar valdi maður nammi úr litlum skálum og þetta var skammtað með skeið úr skúffunni og hérna, þetta var alveg ægilega flott. Og Legoið var þarna líka í nefið, það var nú hálfgert nammi líka. Þannig að hérna, maður fékk gjarnan Lego í afmælisgjafir og jólagjafir. En þú vilt ég bara fara að huga að því að Amarahúsið og Akureyri verði friðað með einhverjum hætti? Já, mér finnst það bara í raun mikilvægt. Það er ekki bara mikilvægt að vernda gömul hús með mænistæki, sko. Við þurfum líka að passa okkur að tíminn líður auðvitað alltaf áfram og hús eldast og það sem okkur þótti vera stutt fyrir nokkrum árum, það allt í einu orðið fyrir löngu síðan við tíminn flýgur áfram og þetta hús byggt 60 sem að þýðir að þetta er 60 ára gamalt hús og mér finnst bara það allar líkur á því að það fara að koma á viðhald. Mér þætti sárt að þetta hús yrði skemmt, þessi framhlið til dæmis. Þannig að já, mér þætti það mikilvægt að við verðum svona hugaði að vernda þetta hús með einhverjum hætti. Í næsta þætti höldum við áfram að rölta á milli húsa.